Þegar keyrt niður Fljótsheiðina austanmegin á hægri hönd skilti sem ástendur Kvígindisdalur. Sé veginum inn af skiltinu fylgt keyrir maðurinn Seljadal og að bænum sem ber þetta sérkennilega nafn Kvígindisdalur. Þar býr handverkskonan Guðrún Ásgerður Steingrímsdóttir. Guðrún bjó áður í Eyjafirði og hafði lengi umsjón með smámunasafninu. Hún hefur prófað sig áfram með alls konar handverk en vinnur í dag mest úr hornum og beinum. Fædd á Stekkjarlautum í Eyjafjarðarsveit. Ól þar manninn þangað ég var 7 ára. Þá fluttu foreldrar mínar til Akureyrar og ég var þar í 14 ár. Hóf þar búskap aftur sjálf. Ég var 21 árs. En síðan hættum við kúabúskap 2001 og þá fórum við svona bara að sinna okkar hlíðarbúgreinum sem við höfum haft. Maður mínar bifvélavirki og hann fór að bara stunda það, vinna það heima á Stekkjarlautum og ég fór að sinna handverkinu meira. Nú svo líða árin og bara svona alls konar breytt viðhorf og ýmislegt sem að við vorum á góðri bújörð með lítinn búskap og mikið húsum sem við þurftum að halda við og vorum bara orðin þreytt á því að vera, eins og ég segi stundum, hálfgerðir þrælar staðarins sko. En þannig að þegar okkur bauðst þessi staður hér, Kvígindisdalur í Þingeyjarsveit, þá bara ákváðum við að venda okkur kveðið kross og flytja í aðra sveit. Og þessi sveit, þetta eini bærinn í dalnum eða hvað? Þetta eini bærinn sem í byggð núna í Seljadal, sem tilheyrir Reykjadal. Þegar maður kemur hérna niður Fljótsheiðina þá sér maður þetta skilti, Kvígindisdalur, og hnýtur það því að það auðvelt að lesa Kvikindisdalur. Þekkir eitthvað hérna söguna bak við þetta nafn? Ekki það nú mikið sko. Það sem ég les bara í byggðu Þingeyinga, þá verið að kenna þetta við kvígu sem að sífellt riðlar og festir ekki fang. Já. Það nú svona einu skýringarnar sem ég hef fengið það, en það væri vissulega gaman að fá betri skýringar. Já. Hvenær manstu fyrst eftir þér við handverk? Hvenær kviknaði áhuginn á því? Ég hugsa að þetta sé bara eitthvað meðfætt að hluta til. Ég hafði alltaf gaman að handleika svona munir sem voru gerðir heima og það var þannig þegar ég er 7 ára þegar foreldrar mínir flytja til Akureyrar. Og þá var ég í sveit hjá ömmu mínu og afa á Rifkjölsstöðum í Eyjafjarðarsveit. Og þar var ýmislegt til af svona gömlu dóti, útskornum litlum hlutum og myndarömmum og svona ýmislegt sem var gjarnan dundað yfir veturinn hjá gamla fólkinu. Og þetta heillaði mig alltaf og ég dróst alltaf af þessum hlutum. Guðrún segist aldrei hafa heillast af þessu hefðbundna handverki eins og prjónaskap en foreldrar hennar fóru á námskeið í vinnslu beina á sínum tíma og þá kviknaði áhugi á slíku. Löngu síðar var boðið upp á námskeið í vinnslu horna og beina á Egilsstöðum og þangað fór Guðrún og hefur verið að vinna með þessi hráefni síðan. En hvað svona heillandi við horn og bein? Já, ég get eiginlega ekkert útskýrt það nema bara, þú veist, mér líður vel innan dýr. Mér finnst gaman að umgangast dýr og gott að umgangast dýr og þetta náttúrulega hlutur af þeim og svo var þetta líka hráefni sem var hent og mér finnst það líka svolítið spennandi, gera eitthvað öðru sem aðrir. Ég er ekkert voða mikið fyrir að fara troðnar slóðir. Nei. Eins og prjónaðskruttir og matarurskruttir hafði ekki voða mikið til mín þó ég styðjast kannski við það. Já. En er ekki erfitt að til dæmis bara svona hreinsa beinin og hornin og allt þetta til þess að þú geti farið síðan að gera eitthvað svona listrænt úr þessu? Jú, það liggur nefnilega alveg svakalega vinni í því, sérstaklega beinunum, því þau eru full af merg, leggirnir. Það tekur bara rosalega tíma að ná þessu öllu hreinu. Og hvaða bein ertu að nota? Úr hvaða dýrum? Ég er að nota bara úr öllum dýrum sem ég nægi í, sko. Það er náttúrulega bara húsdýrin okkar og svo er það hreindýrið og svo hef ég stundum fundið fuglaræ
Og það var til dæmis til forna, menn voru að gera sína nálar, þá voru fuglabein vinsælust í saumnálar. En svo ertu líka og hefur notað hvalbein og hvalskíði. Hérna. Já, hérna er ég með hvalskíði. Það hlýtur að vera enn meiri vinna og líka að ná lyktinni. Já, reyndar hef ég fengið þau þar sem þau eru orðin hrein, en þá voru þau líka bara svona tilbúin eins og þetta. Og það er svo skemmtilegt, sko, það eru hár öðru megin á skíðinu og þá getur maður nýtt sér það í eitthvað svona abstrakt. Þetta er sem sagt náttúrulegu litur, þau eru til svona dökk, svo eru þau til alveg ljós, nánast litlaus og gegnsæ og þá er ekkert spennandi við þau, finnst manni, þannig að þá hef ég verið að lita þau eins og þetta og það kemur skemmtilega út líka og stundum eru þau röndótt. Er þetta eitthvað sem við Íslendingar höfum verið að nýta áður fyrr? Eða? Já, áður fyrr þá var þetta verkað í hvalstöðinni, þeir hirtu þetta og verkuðu og þetta fór í útflutnings, hef ég heyrt, og þá aðlega heldur til Frakklands, það getur þó verið að vera víðar og þetta var notað í korsilett, spangir í korsilett. Þannig að þetta er bara svona lúxus? Þetta er lúxusvara og þetta hefur fólk fundið upp þegar það gæti ekki gengið út í búð og keypt úr plasti eins og við gerum núna. Já, og nú býrð þú til úr þessu nælur. Já. En hvað er hægt að gera fleira úr hornum og beinum? Það er svolítið bara hvað efni býður upp á, því að eitt horn er svo ólíkt öðru, kannski bæði að forminu til. Þau eru mislöng, þau eru misver og til dæmis eins og kýrhornið, þau eru mjög mislit og geta verið með alveg svakalega fallega liti og aldrei eins á litin, stundum er þetta í gráum og svörtum tónum og svo hérna er úr kýrhorni. Þannig að þetta er alltaf svolítið, það er það sem ég líka svo vel, að vera ekki alltaf með það sama. Ég get alltaf fundið eitthvað nýtt af því að formið og hornið það gefur mér nýjar hugmyndir. Og svo ertu að lita þetta stundum líka? Já, stundum lita ég beinin. Svo eru hrosshófarnir líka skemmtilegir. Þetta er sem sagt hross eða hóftunga segja. Það er sem sagt botninn á hrosshófnum. Já, svo hef ég svolítið verið með hreindýrahorn í svona sköftum á eldhúsáhöld, ostahnífum og ausum og smjörhnífum. Þetta liggur voðalega vel við að taka hreindýrahornin í þetta. Þau eru bara þannig gerð frá skaparans hendi. Það er rosalega snyrtilegt hérna hjá þér. Hvernig í ósköpunum ferðu að því að vera að vinna þessi bein og þessi horn og halda þessu svona snyrtilegu? Þú gerir það varla hérna? Nei, ég hef með alveg sérstakt herbyggi í það. Það er bara ríkhornið. Já. Það er rosalegt. Þannig að ég er að reyna að loka mig þar inni því ég fer að púsa. En það er líka rosalega mikið af öðru, þetta fullt af hlutum sem þú hefur hannað, en svo er bara rosalega mikið af alls konar spennandi hlutum hérna inni. Hvaðan kemur allt þetta dót? Já, það fylgdi nú ýmislegt gamalt dót hérna þessum bæ. Og svo náttúrulega flutti ég úr 180 fermetra íbúðarhúsi í 100 fermetra, þannig að það er 80 fermetrar á dóti sem þú þurfti að losa við. Já. Og ég var nú reyndar líka þannig svolítið, ég var ekkert mikið fyrir að henda. Guðrún segist njóta þess að vera í ró og næði í sveitinni. Það kemur samt fyrir að hún setur skilti út á þjóðveg og þegar það er uppi er hægt að renna við og fá að skoða vinnustofuna og allt sem þar er að finna. En hvar fær hún innblástur? Ég held að það sé bara mest í hráefni sjálft. En auðvitað verður maður fyrir áhrifum allstaðar að eiginlega, bara þú veist, ég get gengið bara götur og farið á sýningar og þá fæ ég bara hugmynd út frá einhverju allt öðru og þeir eru náttúrulega svolítið í friði hérna inn í Kvígindisdal. Já. Finnst þér það betra eða verra að hafa bara svona þögnina og náttúruna hérna í kring? Það er náttúrulega alveg dásamlegt og ég þrífst svolítið á því, innveru og þögn, þó ég hafi þetta gaman að því að blanda geði við fólk, er ekki það, en já, það er kostur. Og koma hugmyndir úr þögninu líka? Ó, já.